Hér á eftir fer fram fræðsluerindi á vegum hins Íslenska náttúrufræðifélags, haldið mánudaginn 25. mars 2013. Fræðsluerindið ber yfirskriftina Heilsujurtir og það er Sigmundur Guðbjarnason, sem mörgum er kunnur, sem flutti erindið. Sigmundur Guðbjarnason stundaði nám í efnafræði við Tækniháskólann í München 1952–1959. Hann var framleiðslustjóri Sementsverksmiðju ríkisins á Akranesi 1959–1960 og frá 61 til 70 var hann vísindamaður við læknaskóla Wayne State University í Detroit, Michigan. Og frá 1970 til 2001 var hann prófessor í efnafræði við Háskóla Íslands. Sigmundur var rektor Háskóla Íslands frá 1985 til 1991 og árið 2000 frumkvöðull að stofnun Saga Medica Heilsujurtir e.h.f. Gjörið svo vel. Já, ég vil byrja því að þakka HIN fyrir tækifæri til að koma og segja ykkur frá þeim rannsóknum sem við höfum verið að gera á íslenskum jurtum, lækningajurtum, grænmeti og ávöxtum og heilsujurtir skilgreinum einfallega sem grænmeti, ávextir og lækningajurtir. Og spurningin auðvitað sem við höfum verið að velta fyrir okkur er hvaða efni er að verki og hvernig virka þau. Við höfum öll heyrt í gegnum árin ráðleggingar heilbrigðis starfsfólks að borða grænmeti og ávexti 5 sinnum á dag til að styrkja forvarnir gegn krabbameini og hjarta- og æðasjúkdómum. Þá er spurningin einfaldlega hvaða matjurtir hafa áhugaverð heilsubótarefni. Ég ætla að fjalla hérna einhverjum rannsóknir á ætihvönn sem er einn elsta matjurtin á Norðurlandum. Hún var matjurt og er enn til dæmis í Noregi og við höfum einnig kannað margar skyldar jurtir og matjurtir þá á sveipjurtaættinni. Og þá er spurningin einfaldlega hvaða náttúruefni í heilsujurtum hafa áhugaverða lífvirkni. Hvernig virka þessi heilsubótarefni gegn krabbameini, hjarta- og æðasjúkdómum, minnisleysi og heilabilun, kvefi og flensu, magakvillum og öðru slíku. Ég tíndi til svona það hvimleiðasta sem við erum að glíma. Og hvaða líffræðilega virkni er í jurtunum? Og þá er að mæla þessa líffræðilegu virkni gegn bakteríum og sveppum, virkni gegn veirum, virkni gegn krabbameinsfrumum, efni sem örva ónæmiskerfið og síðan mælingar á efnasamsetningunni. Það er útdráttur efnin er dregin út úr jurtinni og aðgreind með ýmsu móti og síðan er greiningin með ýmsum nútíma aðferðum. GCMS er gaskrómatograf tengdur massagreini. HPLC-tæki er mjög mikilvægt til aðgreiningar efna og svo eru UV og NMR tækningar notuð í þessum sama tilgangi. Og þá spurningin er gagnsemi og virkni lækningajurta raunveruleg. Þá skoðum við hefðbundna notkun og reynslu af henni og síðan klínískar rannsóknir á virkni jurtaafurða en klínískar rannsóknir á slíkum afurðum eru mjög sjaldgæfar. Og hvernig er þetta að rannsaka virknina? Hvaða líffræðilega virkni á að mæla? Hvaða efni er í jurtunum? Hvaða virkni hafa þessi efni? Hvernig er þetta að meta samvirkni efna því að ofta er það svo að þessi efni virka saman? Hvaða áhrif hafa jurtaafurðirnar á notendur sem er auðvitað aðalatriði? Og alþjóðlegar vísindarannsóknir sýna margvíslega áhrif náttúruefna sem eru meðal annars í ætihvönninni, geitkvönn, vallhimli sem er einn öflugasta lækningajurtin, blóðbergi sem allir kannast við og mörgum fleiri jurtum. Við rannsökum einar 40 jurtir sem eru flokkaðar sem lækningajurtir og fundum mismikla virkni í þessum jurtum sem voru ekkert áhugaverðar og aðrar mjög svo. Þannig að við þrengdum rannsóknirnar niður og hefðum eiginlega fyrst og fremst áhuga á þessum sem þarna eru skráðar. Kvönnina, geitkvönnina, vallhimlana, blóðbergið og svona. Og við vildum rannsaka áhrif þessara efna á krabbamein og notagildi við forvarnir. En krabbamein er talið geta myndast vegna breytinga eða skemmda á erfðaefninu af völdum efna úr umhverfinu. Það er þekkt. Það er efni sem er í matnum
vatni eða lofti. Skemmdir á erfðaefnið geta einnig verið af völdum sólarljós, og það er ekki bara húðkrabbameinið, eða veira. Meðfæddir erfðagallar sem valda krabbameini eru ekki algengir þrátt fyrir allt. Skemmdir á þessum genum eða stökkbreytingar geta raskað stjórnun á frumuskiptingu og þessi röskun getur leitt til aukinnar frumuskiptinga og frumufjölgunar sem geta valdið myndun á æxli. Ef stjórnunin er eðlileg, þá er frumu sem skaðast, til dæmis af umhverfisþáttum eða veirum, en er eitt með stýriferli sem nefnist sjálfstýrður frumudauði eða apoptósis. Þetta er eðlilegt ferli til þess að eyða afbrigðilegum frumum og reynda að kemur víða við sögu. Ef við lítum á virkni í til dæmis í kvennunni, þá er þarna efni sem hindrar myndun á krabbameinsfrumum, hindrar fjölgun á krabbameinsfrumum og hindrar að krabbameinsfrumur myndi æxli. Það fer út í þá sálma á eftir. Sams konar virkni er að finna í öðrum jurtum af sveipjurtaættinni. Það er selleri, parsli, nípa, gulrætur, kúmen og annað slíkt. Ég verð að viðurkenna það að eftir að hafa skoðað gulrætur til dæmis, það ber ég miklu meiri virðingu fyrir þeim heldur en ég gerði þegar árum áður. Og hvaða efni eru þetta og hvernig virka þau? Þetta eru svokölluð kúmarín og fúranókúmarín efni sem hafa verið notað til að hindra myndun á krabbameinsfrumum af völdum efna sem eru krabbameinsvaldandi, og þá erum við að tala karsínógen efni, þar sé að geta verið fjölhringa, kolvatnsefnissambönd sem eru í sóti, grillmat og eins og fleiru. Svo eru imperatórin sem mikið er af í hvannafræjum, það örvar sjálfstýrðan frumudauða eða apoptósis og hindra þannig fjölgun á krabbameinsfrumum. Sýnum við þá eftir. Það eru fleiri efni sem geta komið við sögu eins og efnið ísókversetrín og fleiri efni í hvannalaufi. Þetta hindrar nýjaðamyndun og kemur í veg fyrir að krabbameinsfrumur geti myndað æxli. Ef æxlið fær ekki næringu með nýjum æðum, þá vex það ekkert og verður baun og aldrei stærri en það. Og það eru fleiri efni þarna, díosmín og rútín. Þetta eru líka flávanoíd sem geta hindra krabbameinsmyndur og meinvarp. Og við höfum birt grein okkar rannsóknar þar sem við vorum að rannsaka hvannalaufið og áhrif þess á krabbameinsæxli og við sýnum ykkur niðurstöðuna hér á eftir. Við erum að skoða áhrif laufaseyðis á vöxt krabbameina í músum. Við vorum með 2 hópa af músum, kontrólhóp eða viðmiðunarhóp og experimentalhóp eða tilraunahópinn. Báðir hóparnir voru spreytaðir með krabbameinsfrumum, brjóstakrabbameinsfrumum sem voru valdar í samráði við Helgu Ögmundsdóttur lækni, og kontrollhópurinn hann fekk bara venjulegt fóður. Eftir 5 vikur voru þessar mýs komnar með bara misstór æxli, sumar með nokkuð stór æxli, þannig að það varð að fórna þeim eða slátra þeim af því að það var að valda verulegum óþægindum, þessi stærstu æxli. Hinn hópurinn fékk hvannalaufaseyði í fóðrið í 2 vikur áður en að þar voru spreytaðar með krabbameinsfrumunum. Og sá hópur, hann myndaði engin eða mjög lítil æxli. Það var aðeins 2 undantekningar, 2 mýs sem mynduðu myndarlega æxli. Þannig að það er einhver efni í hvannalaufi sem hindrar að krabbameinsfrumunar myndi æxli, því að hver mús var spreytuð með 120.000 krabbameinsfrumum. Það er gríðarlega mikið. Og við erum auðvitað þá að reyna að velta upp hvaða efni geta verið þarna að verki. Hér er eitt kandidat, þetta ísókversetrín, en þetta efni það hefur þennan flavonoid ring og svo sykursameind tengd að þessu. Þetta er efnið sem er þekkt að því að hindra nýæðamyndun, og þegar það gerist þá stöðvast vöxtur á æxlinu, eða það æxli verður bara ekki til, og það er mikið leitað að slíkum efnum núna þessa myndu til þess að nota við meðhöndlun á krabbameinum. Það er efnið af ýmsum toga.
Ég hef annað efni, svokölluð klórógensýra, sem er samsett úr tveimur einingum, kíninsýru svokallaðri og kaffisýru hérna. Það er mikið af þessum efnum í kaffi og þau hafa áhrif á krabbameinsfrumurnar og rýra orkuvinnsluna hjá þeim. Og þessi tvö efni virðast líklegust til þess að stýra þessa hindrun á vexti krabbameinsæxla. En við höfum ekki sannað þetta með því að nota hrein efni og prófa það alveg sérstaklega. Við skoðum einnig áhrif jurtaveiga og rætikvennafræjum á fjölgun krabbameinsfruma í ræktun. Það er nú vel að fyrsta skrefið að skoða áhrifin á frumur í ræktun og síðan á tilraunadýrum. Og við gerðum það reyndar, en ég sýni ykkur bara hér tilraunina þar sem við vorum að rannsaka áhrif þessar efna á ristilkrabbameinsfrumur úr mönnum. Það voru verið að bera saman áhrif tveggja efna, það er cisplatin sem er svona gullstandard krabbameinslyfjana og angeliku jurtaveig sem við byggum til úr hvannafræjum. Samanburðurinn er gerður með þeim hætti að það er borin saman hvað mikið þarf af efninu til að hindra fjölgunina 50%. Ef við lítum á 50% hindrun þá hittir það þessa kurvu hér sem fyrir við svo niður hérna, þá er þetta við 0,7 mikrogram per millilítri styrkurinn. Ef við tökum angelikuna og 50% hindrun af hennar völdum, þá hittum við kurvuna hérna og fyrir svo niður, þá er það 7 mikrogram per millilítri, þess að það er 10-faldur munur. Og þetta er bara jurtaveig framleidd úr ætihvannafræjum og jurtaveig, hvernig er hún gerð? Þetta efnið er dregin út í 45% alkóhólblöndu. Þetta virkar með ágætum árangri á þau fáu tilfelli þar sem þetta hefur verið prófað. Ég ætla að geyma mér það. Imperatórin er þetta efni sem er mjög virkt og byggingin er eiginlega þessi. Ef við tölum fúranókúmarinn, þá er þessi hluti hérna kúmarinn hlutinn. Þetta er fúranóhringurinn og saman er þetta fúranókúmarinn og af þess hangið svo hérna ákveðin sethópur. Og mismunum það er til mörg, það eru 20 svona fúranókúmarinna og mismunum liggur í því að það eru mismunandi sethópar og þeir eru staðsettir á mismunandi stöðum hér. Svo framvegis og hafa þá líka ólíka virkni margir hverjir. Hérna erum við með grænmeti og ávexti og krydd sem innihalda efni sem virka gegn myndun eða fjölgun krabbameinsfruma og brokkóli hefur náttúrulega verið mjög mikið í auglýsingum. Það hefur virkt efni, þetta sulforafín, selleri, það hefur fúranókúmarinn eins og konin, kál, tómatar með líkópen, laukur með brennisteinsrík efni, sojabeinir, sítrusávextir, vínþróur, þar er þetta umdelda efni resveratról sem annars vegar á að bremsa krabbamein og hins vegar að lengja lífið, það er alltaf umdelt. Bláber, jarðaber, grænt te og turmerik sem karrið er inni úr, það kemur efnið kurkumin sem virkar á krabbameinsfrumur í ræktun, en frásögið eða upptakan af kurkumin er erfið og það er verið að leita leiða til þess að auðvelda upptökuna eða frásögið inn í blóðið gegnum þarmana, en eins og þá hefur það ekki tekist almennilega. Lítum á hjarta- og æðasjúkdóma. Hjartaáfall eða kransæðastífla verður oftast vegna æðakölkunar eða mikillar þrengsla eða jafnvel blóðtappa. Það þekkjum við öll. Blóðstreymi til ákveðins hluta hjartavöðvans verður þá of lítið og veldur mjög sterkt blóðstreymi, blóðþurrð og hjartadrepi eða skemmd í hjartavöðvanum. Sem sagt, infarkt er bara hjartadrep
þar sem að hjartavöðva frumunar eru eyðilagðar, það deyja, þá kemur örvefur í staðinn. Það verður gert við skemmdina. Æðakorkurinn flókið ferli þar sem að hátt blóðkolesteról, sem við höfum öll heyrt talað og þrálátar bólgur í æðaveggjunum koma við sögu. Og nú, í þessar myndir, þá erum við nátt að segja því að bólguþátturinn sannlega stærri þáttur og kemur fyrr við sögu heldur en kolesteróli. Að bólgan sem sagt, það þarf að ráðast að þeim vanda sem fyrst. Efni í grænmeti, ávöxtum og lækningajurtum geta haft jákvæð áhrif og ýmsa þætti í þessu ferli og efni sem koma hér við sögu til dæmis í grænmeti og ávöxtum þar þessi fúrunarkúmarinn sem draga úr kalsíumflæði í sléttum vöðvafrumum í æðaveggjum. Það er að segja, ef þetta æðin, þá þarf ákveðið magn af kalsíum að streyma inn í sléttu vöðvana til þess að draga saman æðina. Ef þetta kalsíumstreymi hindrað, þá slaknar á vöðvunum í æðunum og þær víkka. Þá fer meira blóð í gegn, blóðstreymi vex og blóðþrýstingurinn lækkar. Þetta einnig efni sem að draga úr viðloðun á blóðflugum og minnka hættu á myndun blóðtappa í hjarta eða heila. Það svo komið til dæmis þegar fólk að fara í aðgerð á spítalum í dag og spurt að því hvort þau taki Angeliku eða vegna þess að við vita það að það hefur þessi blóðþynningar áhrif, draga úr samloðun á blóðflugunum og þá menn að stoppa það á meðan. Nú svo þarna fúrunarkúmarinn og það ekki bara eitt, það svo 20 fúrunarkúmarinn með mismunandi byggingu og mismunandi eiginleika og þarna efni sem geta dregið úr hættu á banvænum hjartsláttartruflunum. Þegar hjartsláttur verður svo hraður, til dæmis fibrilasjón, að hjarta bara eins og titri og hættar að dæla, þá líður yfir mann og maðurinn deyr. Nú, þannig að það jurtir sem þetta virkað sem það verið að hindra myndun á blóðtappa. Það var svona anti-platelet virkni. Þetta eru kunningjarnir, ætikuinn, steinselja eða parsley, selleri, laukur, sítrónur, gulrætur og fleira. Efni sem að vinna þessi verk eru fúrunarkúmarinn, bergapten, imperatorinn, ostól, allisín, brennisteinsríku efni og lauknum og rútín. Svo eru jurtir með efni sem auka blóðstreymið og lækka blóðþrýstinginn. Þetta eru eiginlega sömu jurtirnar. Og þarna eru þessi kalsíumblokkarar sem að hindra kalsíumstreymið inn í æðaveggina, slaka á æðaveggjunum og auka blóðstreymið. Þetta eru fjölmörg efni og megnaðum þessi flokkast undir þessi fúrunarkúmarinn. Og svo jurtir þetta með efni sem virka gegn truflunum á hjartslætti og þetta eru allt saman gamlu kunningjar. Það hafragrauturinn meðal annars og efni sem menn tengja þessu mest svokölluð ferulegsýra, magnesíum, kalíum, fúrunarkúmarinn og fleira. Nú hér sett inn mynd flókna mynd af kínverskri stúdíu þar sem það voru með að rannsaka áhrif imperatorins þessa efnis og myndin af því að hér á háan blóðþrýsting. Þetta er rannsókn gerð á spontaneous hypertensive rats. Þetta eru sem sagt rottur sem að hafa það eiginleika eftir eitthvað mánuði svo þá mynda þær mjög háan blóðþrýsting. Þetta eru bara normalrottur, svokallaðar villtar kvíótarottur. Þetta eru þessar háþrýstirottur og þetta sýnir ómeðhöndlað og þetta er sem sagt systólika, þetta er efri mörkin
Og síðan eru þetta mörkin með imperatórin, vaxandi magni af imperatórin. Þetta hæsta magnið, þetta milli og þetta lægsta. Þannig að þetta bara mismunandi styrkur af þessu imperatórinni. Tilsvarandi hérna megin, þetta eru neðri mörkin, dagastæðleg blóðpressu og þetta bara sýna að imperatórinni hefur raun og veru áhrif til lækkunar á blóðþrýstingi. En hér ekkert hjá þeim sem að hafa normal blóðþrýsting. Þannig að hvernig þetta hægt svo að útfæra gagnvart mönnum á þess að koma betur í ljós síðar. Þannig komum við að öðrum máli sem eru tíð þvaglát á nóttunni. Við hefum verið með vörumarkaði sem hefur verið kynnt og umdeilt. En í Hvannalaufi, Saga Pro búið til úr, það efni sem að draga úr tíðum þvaglátum á nóttunni. Þessi tíðu þvaglát á nóttunni eru mjög hvimleið og þetta verður algengara hjá eldra fólki. Og ég hélt svona lengi vel að þetta væri aðalega vandamál manna sem hefðu ofta konar blöðruhálskirtli og sem var nú góðkynið eða illkynið. En síðan kemur á daginn að þetta er vandamál karla og kvenna sem hafa ofvirka blöðru og svo getur þriðji hópurinn bæst við, það eru þeir sem hafa offramleiðslu á þvagi á nóttunni vegna skorts á tilteknu hormónu, þarna vasapressin. Þannig að það eru fjölmargir og sem eiga við vandamál að stríða og ekki síst konur, því að þar er þvagleki líka hluti af þeim vandamálum sem þær eru að glíma við áreynslu og annað. Það er örmull af lyfjum fyrir karlmenn en sárafá fyrir konur. Þetta vandamál hefur bara ekki þótt áhugavert fyrir konur. Þó að það séu oft verð farnar en kallarnir. En hvaða efni í þessu Hvannalaufi eru líklegust til að hafa þessa virkni? Það er aftur þetta ísókversitin, það dregur úr bólgum og hindrar samdrátt sléttra vöðvafruma í lungnapíplunum, í kransæðunum, þvagblöðru og þvagrás. Og þetta gefist bara ágætlega við astma til dæmis, það kemur það mjög konkrétt fram. Og þetta gerist með því að þessi efni þau hindra samdrátt eða framleiðslu á glúkótrægindi af 4 efni sem að veldur þessum samdrætti. Með því að hindra drag úr samdrættinum þá slaka þeir á aftur og auka flæðið til dæmis gegnum þvagrásina. Þannig að virknin kom mjög snemma í ljós og hérna eru heimildir svona sem að styðja það efni sem að ræða sig ísókversitin. Það sjáum við hérna í þessum heimildum. Það er fjölmarga greina, ég er ekki að tína til heimildir. En við vorum rétt svona farin af stað, búin að vera með þetta markaði árið eða 2. Þegar við gerðum prófun á 12 karlmönnum og við valdum einfallega tíðinni þvagláta fyrir og eftir að þeir eru nota Saga Pro og þá kom á daginn að þetta virkaði hjá þeim flestum og öllum en mismikið. Svo við sjáum hérna. Þessi athugun, hún var uppvarðandi fyrir okkur en við gátum ekki nota hana vegna þess að við hefum gert þessa rannsókn sjálf og gátum ekki byrta sem trúverðuga niðurstöðu þannig að við verðum að bíða til að gera almennilega klíníska rannsókn þar til að við hefum efni á því. En 5 árum seinna þá gerðum við klíníska rannsókn á Saga Pro og kostaði nú yfir 30 milljónir. Það er mikill peningur fyrir lítið sprotafyrirtæki. En þá er spurningin, hvernig var þessi rannsókn gerð? Hún var gerð með því að bera saman áhrif Saga Pro og lyfleysi eða placebo á 69 karlmenn með tíð þvaglát á nóttunni.
Rannsóknin var framkvæmd af óháðum aðila af ENCODE eða Íslenskum lyfjarannsóknum í samvinnu við 2 sérfræðilækna sem þau réðu, Guðmund Geirsson, þvagfærasérfræðing og Hrefnu Guðmundsdóttur, lyflækni. Þátttakendur fengu ýmist sagapróf eða lyfleysu í 8 vikur og héldu nákvæma þvagláta skrá fyrir og eftir meðferð. Hvað var svo rannsakað? Rannsakað var hvort náttúruefnið sagapróf væri öruggt og gagnlegt fyrir þá sem eru með tíð þvaglát á nóttunni. Sagapróf er ju bara framleitt úr laufi kvennarinnar, svoleiðis það var ekki mikla líkur á því að þar væru skaðleg efni en engu að síður var það skoðað mjög vandlega. Og hverju voru svo niðurstöðurnar? Sagapróf er örugg vara sem virkar best á þá sem hafa minnkaða blöðru rýmt og virkar blöðru og fækkar þvaglátum hjá þeim. Hérna sjáum við svona aðra mynd þar sem að sýnir einfallega fækkun þvagláta á nóttunni hjá þeim sem tóku sagapróf. Annars var þetta placebo, lyfleysan sem sagt, og hins vegar þeim sem tóku sagapróf. Það er alltaf greinilegur munur á. En það var þetta athyglisvert sko að lyfleysu áhrifin eru raunveruleg og það er eiginlega staðfesting af því að von og trú á áhrif getur haft mjög mælanleg áhrif. Það var að vísa ekkert í þessu sem átti að hafa áhrif, en þá var það bara vonin og trúin á þetta virkaði sem að gaf þeim þá þessi áhrif. Þannig að þetta er mjög forvitnilegt svona bara placebo áhrif yfirleitt. Þessi klíníska rannsókn var síðan birt og hér er titillinn á greininni. Þetta er Parallel Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study to investigate the effect of sagapróf on nocturia in men. Og þeir eru höfundarnir að þessi grein var birt í Scandinavian Journal of Urology núna í febrúar. Þá kom hann í prentuðu formi en hún var á rafrænu formi í júlí í sumar. Og það var heilmikið þrasað þetta. En minni bara eftir á sko að vandamáli var að við vorum með, á þess að hér okkur að maður grein fyrir því, við vorum með 3 ólíka hópa sem að hefði þetta sama vandamál. Það var þess karlar með ofstækkuna blöðruóðskilli, karlar og konur með ofvirka blöðru og þeir sem voru með áframleiðslu á þvagi á nóttunni vegna hormónaskorts. Þannig að það var heilmikið erfiði að svartir eða sundur á eftir á. Við auðvitað svona eftir á higgja það verðum við að endurtaka þessu stúdíutímanni bara með konum. Þá fækkum við náttúrulega breytanum og við reyna það leið og við höfum efna á því en þegar var að kanna þetta eitthvað þá kemur á daginn að svona vara eins og sagapróf fyrir konur er bara yfirleitt ekki fyrir hendi víðast hvar í heiminum. Þetta er fyrir karla, nóg af slíku, en þegar við fórum á stað þá var það eiginlega sko hugsunarvill að þetta væri bara karlavandamál, það var bara engan veginn svo. Þá komum við að öðru vandamáli, gleymska, minnisleysi og heilabilun. Nú, það er ýmsir þættir sem valda gleymsku, til dæmis svefnleysi og streita og við sem hefum verið kennarar, við þekkjum það, gamalli reynslu að þegar nemendur mæta í próf og við ofta stressaðir og þeir vita varla hvað þeir heita. Nú, Alzheimer sjúkdómurinn er algengasta orsök þessara vitglapa eða heilabilunar hjá eldra fólki. Og það talið minnisleysi stafi af heilaskellum úr svokölluðum beta-amyloid próteinum sem að myndast á taugunum
og skorti á taugaboðefninu astilkólum, þannig að þetta tvennt. Unnt er að auka magn þessa boðefnis í heila með því að draga úr virkni ensíms astilkólinesterasa sem sundrar boðefninu. Lyf sem að hindra niðurbrot boðefnisins tefja þá framvindu sjúkdómsins en það er ekki hægt að lækna. Það er ekki raunverulega búið að finna leið til að lækna sjúkdóminn eða stoppa hann alveg. Og svo eru fleiri vandamál eins og æðaviðklöpp, gamaldags kölkun, bara æðakölkun, stjert blóðströmi til heilans þegar heila eða kalka þrengjast. Það getur tvennt skeið, það getur verið annars vegar bara með að fá slag og meiri háttar áfall eða að smerri drep myndast þegar að litlar æðar stíflast. Það verður lítil skemmd en það gerist aftur og smám saman þá verður skaðinn, safnar skaðinn upp og fyrir að hafa áhrif á heilastarfsemina. En þetta er með stórusti tvær svona algengustu gerðirnar. En þegar við fórum að skoða þetta þá kemur á óvart að lyf geta haft mjög hvimleiðar aukaverkanir sem að valda minnistapi. Þetta lyf geta verið við allir mögulega, háum blóðþrýstingi, hjartalyf, róandi lyf og svo framvegis. Þetta eru svokölluð ankólinerg lyf sem hindra að boðefni tengist viðtakarann á þeirri taug sem boðin er að berast til. Boðin berast eftir þessari taug, boðefnið losa hér, það fyrir yfir taugamótin eða á næstu. Ef að það er til staðar hindrun sem að kemur í veg fyrir að þessi efni tengist viðtökunum, þá berast boðin ekki lengra. Og þetta getur, og það er búið að rannsaka þetta allrækilega, þannig að þetta getur haft mjög hvimleið áhrif. Það skiptir vel máli að lesa fylgiseðlana og leiðbeiningarnar, því oft er eldra fólk að taka mörg lyf, mjög mörg lyf. Það geta verið 2-3 lyf sem að hafa ákveðið svona virkni. Og þá fara ættingjarnir og sjúklingarnir að hafa áhyggjur af því að ekki komið með Alzheimer. Það þarf alls ekki svo að vera. Og svo breytist minni náttúrulega bara við eðlilega öldrun, það gengur bara hægar fyrir sig. Þannig að það sé sjúkleg skerðing. Nú í konunni og ættingjónum þarna, í svipjastættinni, það eru mörg efni sem virka á sama hátt og lifa Alzheimer sjúkdómum. Það er þessu minniverkni, valda ekki aukaverkanum, eða þess að aukaverkanir geta verið ógleði, magaverkir, svefnleysi og annað slíkt. Þannig að hvernig hefur þar að ekki þessi efni sem ég er búin að lýsa sem að auka blóðstreymi til heilans. Nú, það eru mörg náttúruefni, bæði hvönn, selleri, gulrótum, blábresi og öðru slíku, sem að draga úr virkni þessa ensíms, astilkólinesterasa, draga úr virkninni og koma það í veg fyrir að brjóti niður boðefnið og auka þannig magn taugaboðefnisins astilkólin í heilanum. Það vill svo til að magn þessa boðefnis minnkar með aldrinum. Og það eru svona margar tilgátur í þeim efnum. Svo eru þannig fórunarkómarinn sem að slaka á æðum og víkka þær og auka blóðströmmið. Það eru margar tilgátur orsök Alzheimer sjúkdómsins. Ég hef nú rekist að minnst 5 eða 6. Það segir einfallega að menn hafi ekki raunverulega ennþá skilið hvað veldur Alzheimer sjúkdómum, eins fræðilegur að hann nú er. Hérna er einn tilgáta sem kemur frá MIT og hún er svo að orsök sjúkdómsins sé í frumuhimnunum og taugaendunum. Og með því að auka nýmyndun á fosfólipidunum sem er í frumuhimnunum
þessum boðin berast á milli sé unnt að bæta skaðan og þarna með ýmsum efnum og þetta hefur tekist víst í tilraunadýrum. Þetta er nota omega-3 fitusýrur, júridín og kólín efni. Kólín er reyndar ótrúlegt að það sé eitthvað skortur af því. En nú er Richard Woodman að prófa þetta á sjúklingum. Svo eru ýmsar lækningajurtir sem hafa fleiri efni sem eru að bæta minnið og hér eru svona aðrar hugmyndir, það eru allar umdeildar og ein hugmyndin til dæmis er svo að þessar heilaskellur séu afleiðing af sjúkdómnum en ekki orsökin. Þannig að við snúum þessu alveg á haus. Og ég er þeirra skoðun að menn hafi mjög ófullkomna mynd af því hvað veldur sjúkdómnum og þá er þetta erfitt að reyna að lækna hann eða stöðva hann. Þetta er svona mynd af boðflutningum í heila. Það berast rafboðin eftir tauginni, koma að tauga enda, losa þessi boðefni hér úr sekkjunum sem að berast yfir taugamótin til viðtakana og þá myndast rafboð að nýju og það heldur áfram að næsta taugamótum og svo framvegis. Þannig að þarna er sýnt svona hvernig þetta asetilkólín, þetta boðefni verður til, það eru myndað úr kólín og asetil-CoA. Kólín er þetta efni sem Woodman vil bæta í matinn, hafa sem fæðubótarefni til þess að örva viðgerð á þessum enda hérna, á taugaendanum. En þetta asetil-kólín sem myndast þarna, það kemur svo í þessu hylki og er svo losað við taugamótin og tengist hérna viðtaka. Ensímið asetilkólín esterasi, það klýfur þetta efni hérna, þetta asetilkólín og við þetta minnkar magnið og markmiðið er að hindra virkni þessa ensíms, hindra niðurbrótið á asetilkólín, auka styrk asetilkólín og þannig bæta boðefnaflutningana yfir taugamótin og bæta þannig minnið. Hérna erum við að sýna svona hvernig þetta er mælt í raun og veru. Við erum hér með efnakvarða sem erum að mæla virkni þessa ensíms í músaheila. Við höfum ekki aðgang að öðrum heilum en þessum tilraunadýrum. Og hérna er virknin svona óheft, síðan ef það bætt er út í Angelíkunni, þá minnkar virknin verulega og einnig ef að blágresistinctura er sett úti og saman þá minnkar þetta enn frekar. Þannig að þetta er hægt að sjá svona hvernig að Angelíka og tinctura úr blágresi draga úr virkni þessa. Og hérna ætla ég að sýna ykkur hvernig þessi hindrun á virkni asetilkólín esterasi kemur fram ef við erum að blanda saman tveimur efnablöndum. Með tveimur jurtavöðum er blandað saman og það er ekki áhrif á hver aðra. Þá lendir þessi inhibitory concentration eða IC50 sem hérna eru á þessum ásum. Þetta er IC50 fyrir Angelíkuna og þennan styrk er sem sagt 50% hindrun á virkninni og svo hér fyrir blágresið. Við tökum blöndu og það var engin samvirkni þá, bara myndi vera á þessari beinu línu. En ef að samvirkni er til staðar þá mynda hérna bara nýja línu þar sem að í ljós kemur að það er meiri virkni við minni styrk efnana og þannig er þetta þekkja sem sagt þessa samvirkni með
með slíkum kurvum, sko, það geta verið mjög djúpar eða þá grynnri. Þannig telja menn sem geta orðið kennsl á samvirknina. Nú, grænmeti og ávextir og krydd sem að efni sem þetta dregið og virkni asetilkólín esterasa, það aftur blaðseljan, steinseljan, hvönnin og nýpan og kúmen og fennel og epli og eplasafi. Epli, það bara alveg kjör að hafa bara eplasafa með matnum. Því að eplasafin er talin hafa mjög jákvæð áhrif einmitt á minnið. Nú og svo kemur aftur til söguna kúrkumunnið. Það er unnið úr túrmerik sem karrí er unnið úr og þetta er merkilegt efni sem á eftir að rannsaka mjög mikið en mann binda mikla vonir við. Þannig að það er fjöldi efna sem að hafa mist mikið af slíkum efnum. Og hér eru heimildir og hérna í lokin þá er að vísa til lyfja sem hafa andkólinergisk áhrif sem ég myndist á, sem að hindra að boðefni geta tengst viðtökunum og draga þar með úr minninu. Þannig að full ástæða til að vera á varðbyrgi gagnvart slíkum lyfjum. Og magakvillar, þar þekki við náttúrulega bæði hvönn, fjallagrös og vallumal, hindra fjölgun á magabakteríunni Helicobacter pylori sem valda magabólgum, magaverkjum og svo framvegis að þessi ágætu efni þau geta dregið úr hættunni á magabólgum og magasárum og jafnvel magakrabbameini. Þessi Helicobacter pylori er í fjallagrösum og vallhimli. Í hvönninni er efni sem hindrar asetilkólín esterasa og dregur úr magaverkjum af öðrum ástæðum, það sem er kallað dyspepsíu. Nú, hver er reynsla neytenda af afurðunum? Ætihvönnin hefur reynst vel við síþreytu, eykur orku og framtakssemi, streitu, dregur kvíða, vægur þunglyndi, magakvillum, kvefu og flensu og við eyddum miklum tíma í veirurannsóknir þó ég hef ekki haft tíma til að fara út í það. Kransæðasjúkdóma, það er þessi æðavíkkandi áhrif og annað slíkt. Ristruflanir, bæti kynlífið. Þetta vakti mikla forvitni því að ég fór á neti bara og leitaði að upplýsingum hvort þetta gæti raunverulega verið. Kom á daginn að þarna eru fórnarkúmarinn sem eru æðavíkkandi eins og við sáum með hjartað og heilann. Það virkaði líka þarna og örva blóðstreymi til corpus cavernosus sem er svona svampkenndur vefur í limnum. Og þegar blóðið streymir greiðlega í þennan svampkennda vef þá kemur stuðningin. Þannig að það er að mörgu að hyggja. Nú og svo virkaði þetta gegn tíðum þvaglætum og nóttum hjá konum og körlum. Og maður taldi að karlar væru búin að fara í aðgerð og þetta fjarlæga blöðruhálskirtilinn og væri þetta nú allt í góðu lagi. Það kemur bara daginn að fjöldið er ennþá með þessi tíðu þvagláð þó kirtillinn sé farinn. Það kemur bara til að því að þeir eru þá með ofvirka blöðru líka. Það var hluti af vandamálinu. Er reynslan, er þetta í raunar ímyndunarþálan? Er þetta lyfleysi áhrif? Þetta fara rauk fyrir því að þessi reynsla hún byggir á áhrifum þessara efna sem eru í þessum jurtum. Nú, upplýsingar og vísindagreinum lýsa slíkum áhrifum og það er gríðarlega mikil rannsóknarvirkni og vaxandi síðustu 10 ári. Það er víða land verið að rannsaka
einmitt þessi sömu hluti og við erum að rannsaka hér. Að vísu í svolítið öðrum jurtum en það eru til 60 tegundir af hvönn. Og við Kínverjar hafa verið í forystu í áratugum saman. Þessi reynsla manna styrkir fullyrðingar heilbrigðisstétta forvarnargildi grænmetis. Það er ráðleggingar að byggja semst ekki á klínískar rannsóknum heldur á faraldsfræðilegum rannsóknum, því að klínískar rannsóknir af þessu tagi eru gríðarlega dýrar. En það er mjög mikilvægt að menn átti sig á því að mataræði skiptir alveg fegnnar miklu máli. Og það sorglega er að oft á tíðum heyrum að lækna segja að það skiptir engu máli mataræði, hvað það borðar. En það er lífstílinn sem ræður og hvað er það í lífstílnum? Það er mataræði og það er hreyfingin og síðan hófsemin og halda sér frá tóbaki auðvitað. Náttúruefni eru beisk og bragðvond. Þessi virkuðu náttúruefni eru fenólar, terpenar, fúrunarkúmarinn, flavonoidar og svo framvegis. Flest þessi lífvirku efni eru beisk og bragðvond. Og hvað gera við þá? Matvælaiðnaðurinn fjarlægir þessi bragðvondu efni úr plöntunum með kynbótum og öðrum aðferðum til að bæta bragðið og auka markaði. Hann bara tekur út hollustuefnum. Það er ekki unnt að bæta þessum bragðvondu heilsubótarefnum í matvælin, því neytendur vil ekki sjá það. Þannig að fæðubótarefni með þessum heilsubótarefnum er einn valkostur. Það var tektin sem sett, þetta er nefnilega búið. Í heilsujurtum eru mörg efni sömu tegundar. Útráttarefna í seyði eða jurtaveg auðveldar oft upptöku eða frásögn lífvirku efnanna og eykur virknina, frekar en að sumt grænmeti verður bara erfitt að melta og sérstaklega þegar meltingi breytist og versnar með aldrinum. Reynslu og þekkingu fyrri kynslóða á lækningajurtum er unnt að staðfesta með vísindalegum rannsóknum. Upplýsingum vísindarannsóknir á þessu sviði fjölgar ört, mjög ört. Á íslenskum lækningajurtum eru efni sem styrkja forvarnir gegn ýmsum sjúkdómum og það er ekki neina bábyrður. Hefðbundnar klínískar rannsóknir á gagnsemi þessara heilsujurta eða jurtaefna hafa yfirleitt ekki farið fram. Það er voðalega mikið mál til dæmis að rannsaka áhrif efna á forvarnir eða forvarnargildi þessara efna. Það þarf fjölda og peninga og langan tíma. Þessi koma við sögu hér, það eru fjöldi mann sem hafa tekið þátt í þessar rannsóknum. Steinþór Sigurðsson hefur unnið með verið 20 ár, Margrét Guðnadóttir, prófessor í veirufræði hefur unnið með okkur svo og Helga Ögmundsdóttir, Jónas Hallgrímsson, prófessor í meinafræði, Helga Elvinsdóttir, sýklafræði, Vilhjálmur Skúlason, lyfjafræði, Birkir Árnason, lyfjafræðingur, stúdentar í lífefna, lyfja og læknisfræði. Þetta var unnið á Raunvísindastofnun og í læknagarði, til að læknadeild og svo fyrirtækinu Saga Medica. Rannsóknir eru undirstaðan, segir við, og hér er einfaldlega verið að vísa til þess að við höfum birt okkar rannsóknir. Við höfum ekki peninga til að kaupa einkaleyfi á þessu, en við birtum það til þess að það kemur þegar vekk fyrir að aðri geti minnst átt að tekja einkaleyfi á því. Hér eru nokkra greinar sem við höfum birt og það eru reynda fleiri, en það er bara til að sýna að þessi starfsemi hún fer í endurskoðun og mat hjá alþjóðlegum tímaritum, ritrýndum tímaritum og það höfum við gert með okkar vinna. Takk fyrir.